Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brassar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnum mig líka á Instagram og Facebook undir því nafni. Ég er í einu klári, búinn með peysuna Eagle Care. Ég er rosalega ánægð með hana, mér finnst þetta koma vel út, litirnir tóna vel saman. Rosalega þægilegt að vera í henni, þannig að já, eins og ég segi, mjög ánægð með þetta. Og þetta er svo peysa eftir GK dóttur. Ég er að prjóna aðra peysu eftir GK dóttur, eins og ég hef sagt áður að þá er hún uppáhaldshönnurinn minn. Þetta er peysan sem ég er að gera núna er þriðja peysan eftir hana. Og þessi sem er á prjónunum núna, það er peysan Rið. Og hún er komin svona. Ég er með móher hérna í doppunum og þetta koksgráa garn er frá systraböndum. Það er bæði ull og hör. 90% ull, merino-ull og 10% hör. Peysan sem ég sá prjónaða og heillaðist af, hún var miklu ljósari, en ég ákvað að gera mér svolítið svona dökka. Mér langaði í dökka sem að myndi poppa upp bara með litum. Og hérna er svona grænt hérna í hálsmálinu og þetta er opin peysa. Því munið, ég er hætt að prjóna lokaðar peysur. Þannig að þessi verður opin, hún verður opnuð hér og heklað hérna svona og heklað að neðan líka fyrir stroff. Og framan á ermum minni mig. Þetta gengur vel og ég er svona pínu að kannski að segja ekki að drífa mig, en svona ég reyna að grípa í þetta hverjum degi að prjóna í þessari. Þannig að ég held að búkurinn sé að verða kominn. Ég á eftir að máta þetta, ég held að sítinn sé að verða kominn og þá eru ermarnar eftir. Þannig að þetta er það sem er á prjónunum núna. Þegar ég tók viðtal við Auði Björt fyrir seinasta þátt, að þá tók ég eftir því þegar ég var að kíkja svo á, fara yfir þetta, að ég hefði kannski aðeins mátt setja myndavélina betur upp. Það er að segja, ég var oft bara hálf á myndinni. Og sem er svo sem allt í lagi, það hefði verið leiðilegra ef að Auði Björt hefði ekki sést almennilega. En þetta er eitthvað sem ég þarf bara að læra að setja upp almennilega, myndavélina og svona, og þannig að það sjáast nú almennilega í báða, því að ég hef aðallega verið að taka viðtöl þar sem ég er bakvið myndavélina, en ég ákvað að þarna henta það betur að ég myndi, þannig að við værum svona báðar að skoða og allt þetta. En ég fór að útgáfa hófið hennar og keypti mér sjöl og teppi, eins báðum megin. Falleg bók, en það eru 2 sjöl sem ég langar allavega til að byrja á og það er þetta hér sem heitir Arfleifð og þetta hér sem heitir Tindar. Þetta er svona með skemmtilegum útfærslum og reyndar ekki að prjóna kaðla sem eru eins báðum megin. Ég er spennt fyrir að gera það, en það verður þá bara seinna í vetur. Eða ég geri pröfu, ég veit það ekki. En allavega þessi 2 sjöl heilla mig í bókinni og ég ætla að gera þau. Já, ég fór í útgáfuhófið og þar var fullt af fólki. Þar hitti ég nokkra konur sem eru að horfa á þáttinn minn, sem ég þekki ekki neitt. En mér finnst alltaf svo gaman þegar ég hitti konur sem eru að horfa á þáttinn, sem að fylgjast með þættinum. Af því að ég er bara að tala hér við myndavélina og svo er einhverjar tölur á YouTube sem að segja mér hversu margir eru að horfa, en
ég er ekkert með mikið af andlitum. Ég veit svo sem ekkert hverjir það eru sem eru að horfa, þannig að mér finnst mjög gaman að hitta fólk sem er að fylgjast með. Það verður svona, já, kannski svolítið meira persónulegra að ég sé að tala hér, ekki bara myndavél heldur, ég veit svona nokkur andlit sem eru að horfa. Og svo sagði Berglind dóttir mín mér það að vinir hennar sem að búa í Kaupmannahöfn, Bjarki og Andrea, þau horfa alltaf á þáttinn og mér þótti rosalega vænt að heyra það. Já, ég hef verið að prjóna svolítið mikið undanfarið og ég var svona að fara að minnka það og fara að hekla til dæmis frekar. Og ég gerði eitt, ég pantaði hjá henni Fanney í Systraböndum silkigarn og ætla að gera mér svona sumartoppa. Já, ég veit að það er að koma vetur en þetta tekur tíma og þannig að það er fínt að vera að dunda við þetta í vetur. Þannig að ég pantaði, ég pantaði svona laxableikt og svona. Þannig að þetta verða 2 toppar. Er svona að leita að hugmyndum hvernig ég vil gera þetta, hvað aðferð og hvernig þeir eru að líta út. Ég ætla að hvort þetta verða hlýratoppar eða með stutturmermum eða hvað ég á eftir að finna það út. En ég er svona að kíkja svona í kringum mig og ég kom með nokkrar hugmyndir en ekki búin að ákveða. En ég er svolítið spennt fyrir þessu. Ég nefnilega hitti konu fyrir nokkrum árum og hún var í silkitopp sem hún hafði heklað og ég var svo hrifin. Mér fannst þetta svo æðislegt hjá henni og það hefur aldrei farið úr kollinum á mér. Mér var alltaf langað til að gera svona. Og svo sá ég að hún Fanney í Systraböndum, hún er með 100% silki, þannig ég hugsaði bara ok, nú ætla ég að gera þetta. Nú ætla ég að hekla mér einhverja toppa. Þannig að ég pantaði hjá henni og var mjög spennt að fá pakkana því að hún var svona, ég var að kíkja á litin, hún sendi mér myndir af svona litum sem gætu komið til greina og ég valdi bara eftir myndum í símanum og vissi svo sem ekkert alveg hvernig þetta, hvernig það kæmi svo úti í gatninu, en ég er ánægð með þetta. Þetta verður eitthvað. Já, ég byrjaði að kenna aftur niður í skóla, en þar sem að ég er komin í minna hlutfall, starfshlutfall, að þá kenni ég ekki öllum skólanum textílmennt og stundataflan mín núna er þannig að ég kenni ekkert miðstiginu og er þá ekki að kenna prjón heilum hópum. Eins og ég var að tala daginn að ég kannski kveið svolítið að fara að kenna prjón. Ég vissi ekki alveg hvernig það myndi fara í hendurnar á mér, en ég þarf ekki að hafa áhyggjur af því. Það er sem sagt ekki skylda að prjóna á unglingastiginu, en ef að þau vilja að þá er það náttúrulega alveg sjálfsagt og ég er náttúrulega aðstofað við það. En ég er ekki þá í 80 mínútur bara með prjónana í höndunum að kenna þeim. Þannig að, já, ég hafði svona óþarfa áhyggjur þarna í ágúst rétt áður en ég var að byrja vinnuna. Í byrjun ágúst þá fór ég og vinkona mín í smá listitúr austur fyrir fjall. Við gerum þetta stundum, þá tökum við svona 1 dag og keyrum eitthvað og skoðum og svona spáum og spekulurum. Nema hvað núna fékk ég hana til þess að taka ullarhringinn með mér. Ég veit ekki að þið hafi heyrt af því, en þetta er sem sagt ullarhringurinn og þá er það Hespuhúsið, Þingborg, Uppspuni og Skálholt. Og við fórum á þessa staði, nema við slepptum reyndar Skálholti, og við byrjuðum í Hespuhúsinu hjá henni Guðrúnu. Það er alltaf svo gaman að koma til hennar, hún er svo viljug að segja frá og sýna hvað hún er með í pottinum. Þannig ég fekk að taka upp smá myndband af því og ég ætla að sýna ykkur það hérna. Þetta eru lúpínur. Þetta er lúpínan. Lúpínulauf, þetta eru skógarkerli. Þetta eru laukíði hérna. Og þetta er grenikunglar.
vantar nú Já. svolítið, já, gefur brúnan lit, Frábært. vantar svolítið vatni í þetta. Þetta er lúpínurót. Við eigum svo mikið af lúpínunni, þannig að það er nú allt í lagi að Já, einmitt. nota aðeins á. Og þetta er, Liturinn skóf. já, Og hérna er ég með hnúta á til að gera þetta yrjótt. já, Þetta sauð ég í morgun. já. Síð ekkert alltaf plöntunar, eða sjálf. Varstu búin að segja mér hvað þetta er? Lúpínulauf, Já, gjöfgult, og þessi, erlend möðrurót, rautt eða rauðleitt. Ég er að endurnýta hana, hann var svolítið flöt hérna. já. Ég lá leið okkar á Þingborg sem er rétt fyrir utan Selfoss og þar er ýmislegt til, fallegt garð og þær vinna þetta, láta vinna þetta sérstaklega fyrir sig. Það er velja öllina og láta vinna þetta. En ég fékk konuna sem var að vinna þarna til þess að segja mér aðeins frá Þingborgaröllin. Ég er að spá í hvernig er þessi öll, Þingborgaröllin, öðruvísi heldur en Ístegsullin. Þetta er sérvalin lambsull sem er, það farið gegn hvert reifi og tekið úr bestu hlutina af ullinni og bestu litina og mýkstu og hérna, já. Og hún er ekki lituð, þannig að þetta eru bara náttúrulegu sauðalinnir. Já, Þannig að það er svona kannski helst það. já, Svo er hún aðeins meðhöndluð með minni hreinsiefnum til þess að halda í náttúrulega eiginleikana já. og Af því Ístegs vinnur öllina fyrir ykkur Já, ístegsvinnur hana fyrir okkur. en gerir með aðeins öðruvísi aðferð heldur en sína öll, Já, þannig, já. já. Eins og þú segir, minna vefnum og eitthvað Já, svona. já. Og hún er ekki lituð og einmitt, við viljum helst fá bara lambsull. Já, já. Sé sem mixed. Já, einmitt. Ég hef aðeins prjónað og svo þæft líka úr kempunum. Já, Það er allt annað að þæfa til dæmis úr kempunum frá ykkur heldur en Ístegs. já, einmitt. Já, hún er mýkri Já, og og svona einhvern veginn fljótar að, öðruvísi já, viðkomu. algjörlega. Heyrðu, takk fyrir. Já, takk. Já, svo fórum við uppspuna sem er smá spunaversmiða. Hún er staðsett rétt áður en að komið þeirra Hellu og ég hafði aldrei komið þangað áður þannig að það var gaman að sjá þar og ég tók aðeins upp smá myndband svona yfir búðina svona hvað þar væri að finna. Og ég keypti líka á bæði í Þingborg og uppspuna nokkra hespur af garni til þess að svona prófa að prjóna úr. Já, vinkona mín sem kom með mér, hún er ekki prjónakona og hefur ekki mikinn áhuga á svona textílvinnu en henni fannst þetta ekkert vandamál að fara þetta með mér og hún kom inn á staðina og stundum þá fór hún aðeins út á undan, sagði bara já, heyrðu, ég bara býð út í bíl og verðt ekkert að flýta þér, þetta er allt í lagi, þannig að ég gaf mér bara tíma til þess að tala við fólkið á þessum stöðum og svona þannig og fékk alls konar upplýsingar og svona þannig að þetta var mjög skemmtilegt og ég þakka henni mjög vel fyrir að nenna að fara með mér svona, þennan hring. Kjarvalsstaðir hefur verið að bjóða núna upp á svona útsaumssmiðjur eða kannski ekki smiðjur eða svona fyrirlestra útsaum, svona kynningar á útsaumsverkefnum eða eitthvað, veit ekki alveg hvernig ég á að útskýra þetta í sambandi við útsaumssýningu sem er núna á Kjarvalsstöðum. Mjög skemmtilegt að skoða þá sýningu þannig að ef að þið hafi ekki farið að þá mæli ég eindregið með því. Ég held að sé vika eftir af sýningatímanum. Þannig endilega kíkið á þetta er mjög skemmtilegt.
En allavega, ég fór þarna á einn sunnudag og þar var kona frá Úkraínu að segja frá sínu handverki. En því miður þá glemdi ég að skrifa nafnið hennar hjá mér, þannig að ég finn það ekki núna hvað hún heitir. En hún sem sagt sagði frá sínu handverki, hún er að sauma út í flíkur svona, sem að hún notar hversdags. Ekki bara útsaumur á svona sparifötum, hvað segir, já svona, heldur bara til hversdagsbrúks. Hún var með nokkra flíkur þarna sem að hún hefur unnið og var svo líka með dúka og annað svona sem að sýnir þessa vinnu sem að hvað segir maður, er svona sérstök í Úkraínu. Þarna var líka önnur kona sem að hún fór að segja aðeins frá sínum útsaum. Hún var með aðeins öðruvísi verkefni, eins og þú sér hérna. Og svo var ég í strætó núna einn morguninn. Og þar situr kona sem að ég var svo handviss að það væri þessi kona. Og ég var að hugsa, á ég að þora að tala við hana eða á ég ekki? Jú, þú átt eftir að sjá eftir því ef þú sleppir því að tala við hana. Þannig að ég fann mynd af henni í símanum, fór svo til hennar og spurði hvort þetta væri ekki hún. Jú, þetta var hún. Og þá, hún talar voðalega litla ensku, þannig að ég var svona, þetta var svolítið svona erfitt að spjalla, en hún skildi það að mig langaði að taka viðtal við hana út af útsaumnum. Hún tók vel í það, þannig að ég á eftir að vera í sambandi við hana og fá hana í viðtal. Við þurfum náttúrulega að fá túlk með okkur, af því að, já, eitthvað sem að kann annaðhvort íslensku eða ensku, til þess að túlka það sem hún segir. En mér finnst þetta að vera svolítið spennandi að fræðast betur það, hvernig verið að vinna í öðrum löndum. Og þessar tvær konur, þær koma sem flóttamenn frá Úkraínu. Þannig að já, ég oftar að vera í sambandi við hana og við finnum okkur tíma fyrir viðtal. Já, viðtölin, mér finnst þetta að vera svolítið spennandi. Mér finnst svo gaman að hitta fólk sem að gera alls konar hluti og fá að vita svona meira hvernig þau að vinna og hvað og allt það. Og ég held að það sé líka eitthvað sem að ykkur myndi líka. Þannig ég að spá í að gera svolítið meira af þessu, að hafa viðtöl á rásunni minni. Ég búin að tala við nokkrar og já, þetta allt konur. Og flestar hafa tekið bara mjög vel í það, þannig að ég hef nóg að gera á næstunni, að fara til fólks eða fá það til mín og heyra og sjá hvað þær eru að vinna að. Já, ég sit í vinnuherberginu mínu. Það liggur við að síðustu vikur hafi ég bara sest inn til þess að taka upp. Ég hef lítið verið að vinna inni. Aðalega setið svona uppi og prjónað eða eitthvað svoleiðis. Kem inn svona bara til þess að ná mér í aðföng. En mér langar að fara að vinna meira og laga til. Þetta svolítið eins og sprengja hafi fallið Og það sem ég að spá í núna, það að vinna úr bútum sem að ég hef litað. Bútum og efnum sem að ég hef svona verið að leika mér að lita. Og ef þið kannski munið eftir þessari skyrtu sem ég gerði, þá þetta allt svona bara úr bútum sem ég litaði. Eitthvað svona svipað ég að spá í, eða að gera töskur og tuðrur og eitthvað, ég veit það ekki.
En allavega ég ætla svona að taka þessa búta til og svona sjá. Hérna var ég til dæmis byrjuð á einu. Hérna var ég búin að setja sérst saman hérna þessa búta og ætlaði þá að sníða svo eitthvað úr því. Var að spá ég að gera með svona stuttan kímónó úr þessu. Það kemur í ljós. Ég veit ekki alveg, hérna einhverjir sem að ég hef verið búin að sauma svona renningar saman. Og þegar ég var að flytja hingað upp og þá svona tók ég til í þessum bútum og setti þá svona saman í litapalettur. Þannig að þetta hér eru bútar sem ég var að spá ég að gæti verið svona settir saman í verkefni. Mér svolítið gaman að leika mér svona að setja alls konar búta saman. Eins og ég sjáu þá þetta alla vegana. Já, ég ætla svona aðeins að renna yfir svona hvað ég á. Hérna er ég með svona bút. Þetta er allt upp á sitthvern mátann sem er bara mjög skemmtilegt. Og hversu mikill litur hefur farið í efnið. Þannig litaði ég nú yfirlitaði ég með svörtu en þetta verður nú bara grátt. Mér finnst þessi líka mjög skemmtilegur. Og þessi hérna. Þarna setti ég þá saman, sem sagt ég sjáu hérna hvernig hringurinn kemur. Þá setti ég svona saman með teygju, þú veist, áður en ég setti til litabaðið. Þannig að liturinn fór ekki í þar sem teygjan var. Hér er líka svolítið skemmtilegt. Mér finnst þetta koma vel út. Þannig að þetta lá ofan í litabaðinu og liturinn fór svona upp eftir efninu. Svo á ég svona einhverja svolítið svona stóra búta sem er náttúrulega voðalega fínt að geta notað í föt. Að þau eru ekki alltaf að vera bara að sauma saman búta. En eins og þessi hér, ég er í svolítið vandræðum af því að mér finnst hann vera full sterk bleikur. Svona skellurnar hérna vera svolítið of sterkar svona fyrir mig. Þannig að ég var svona að prófa að setja þetta í bara dekkra litabað, lita þetta aftur og fá svona tón yfir þetta allt saman. Og eins líka í eins líka hér er ég með efni. Hvað voðalega hef ég verið dugleg að lita. Ég tók einhverja svona litunarrassíu þarna í seinasta vetur. Eða fyrir 2 árum, ég man það ekki. Þetta er alveg sko lag sem ég hef litað. Og svona, en ég veit ekki, ég er ekki alveg dús við þennan bleika lit. Það kemur í ljós hvað verður úr þessu. Hérna er annar. Þessi er svona svolítið skemmtilegur. Þannig ég get nú alveg gert nokkra flíkur. En hvort þetta sé að flíkur sem að ég ætla síðan að nota, veit það ekki. Já, fyrir, hvað er þessu, 22 ár síðan, minnir mig. Ef ég miða við hvað strákur minn er gamall. Þá var hann, nei. Ég var ófrísk á hann fyrir 24 árum síðan. Þá fór ég til Finnlands með textílkennurum og sníðakennurum. Og fórum þar á ráðstefnu og námskeið og svona ýmiss konar. Og ég fór þar inn í búð
sem var að selja svona alls konar hönnunarvörur og ég keypti svona, ekki prufur, en ég keypti svona litla búta svona með listaverkum og hef verið að nota það svona aðeins. Sjáu hvað þetta er fallegt. Og þetta hef ég svona bara geymt síðan og svona klappað þessu svona af og til og verið að hugsa hvað hérna ég gæti notað þetta í. Mér finnst þetta svo fallegt og svo kannski hef ég ósjálfrátt haft þessar prufur í kollinum þegar ég var að velja liti, þegar ég var að prófa að lita þetta búta, af því að þetta er nú bara alveg passar. Þannig að ég var að spá í að vinna mig kannski út frá, einum svona bút og vinna mig út frá honum með hinum bútunum. Skiljið þetta? Ég vona það. Allavega, það kemur í ljós. Ég er allavega búin að taka þetta úr skúfunni. Þetta var hérna í skúfu. Ég er búin að taka þetta fram og nú ætla ég að fara að leika mér að setja saman búta og ákveða hvað ég ætla að gera úr þessu. Suma ætla ég semst að lita þá aftur. Svona setja, einn lit yfir og svona kannski aðeins að dempa, eins og ég sagði, bleikulitina eða eitthvað, en allavega, já, ég þarf að finna mér verkefni til þess að vinna þetta. Og vonandi bara að ég noti þá september í það. Þannig að ég get aldeilis leikið mér núna með búta, liti og setja allt saman og vonandi gera eitthvað flott úr þessu. Ég er allavega mjög spennt fyrir þessu. Eins og ég segi, búin að taka þetta fram, ætla að hafa þetta hérna og byrja. Draga fram saumavélina og fara að sauma. Spennandi. Svo á ég líka nokkra flíkur hérna í poka sem að ég var byrjuð á og ég hef örugglega sýnt einhvern tímann hérna, en ég þarf að klára þær, þannig að núna hefst saumadagarnir miklu. Það er bara ekkert sem heitir. Ég þarf að vinna mig út úr þessu og líka bara fara að nota þessu efni. Ekki það að mér vanti föt. Ég er búin að kíkja í skápinn hjá mér og það er bara böns af fötum til. En ég var svona hætta. Ég var að hugsa að vera ekki að gera peysur á mig núna. Ég á orðið nóg af þeim. Ég held, já, þegar ég er búin með þarna rið sem ég var að sýna ykkur áðan, þá ætla ég að fara að hekla þessa sumartoppa og ég held að ég prjóni ekki meira í bili. Jú, djók, ég er að fara að prjóna sjöl. Já, allavega, ekki peysur. Þannig að við sjáum svona hvernig þetta verður í vetur. Mér langar að fara að gera svona einhvern veginn öðruvísi hluti. Og ég er með alls konar hugmyndir, líka í útsaum. Það er eitthvað sem mér langar að fara að gera meira af. Og ég hef líka verið að hugsa svona, mér langar að halda námskeið í að gera svona ýmis verkefni. Og er svona að hugsa það núna, svona að setja upp svona, já, svona fá hugmyndir að hvernig námskeið væri spennandi. Og þannig að það er margt í gangi hjá frúnni. Kemur svo bara í ljós hvað vinnst úr þessu öllu saman. Hvað ég mun ákveða að gera og allt það. En ég held að þetta sé þá bara komið gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir 2 vikur. Bless.